Já, verið þið velkomin í podcastið Fungum viðskiptavinni saman hjá Key of Marketing. Við erum meðan Óla Jóns með okkur og Ægir Bjarnason. Ég heiti Oddur Jarl og þáttastjórnandi í dag. Óli, ekki svona sem að gera intro? Þetta bara algjörlega frábært. Bara, Algjör snill. Ég bara hef ekki heyrt betra intro í podcasti, sko. Ég var að segja það. Það var bara frábært. Takk fyrir það. Frá reynsluboltanum. Ef þú segir okkur bara svona í stuttu hvað þú ert að gera í dag? Sko, í dag starfa ég við þar sem að ég vil kalla stafræna markaðssetningu sem að við förum kannski á eftir hvað það en ég er svona ráðgjafi í stafræna markaðssetningu sem að felst í samfélagsmiðlum og leitavélum og allt sem að því kemur og undanfarna mánuði kannski hefur þetta orðið svona víkkað svolítið mikið út í það að ég er líka í svona ráðgjöf þar sem að ég er að velja vefumsanakerfi með fyrirtækjum, ég er að velja jafnvel sko CRM-kerfi, ég er að velja verkefnastjórnunarkerfi og bara alla ferla og allt svo leis og það er svona, já, bara ráðgjöf hvað snertir þetta hjá í mínu eigin fyrirtæki sem að ég kalla bara Jóns, því að ég heiti Óli Jóns og svo er ég hlutastarfi hjá birtingahúsinu sem er ráðgjafi og í sama í leitarvélum og samfélagsmiðlum. Þannig að þetta er svona, já, það helsta sem ég er að gera ásamt alls konar. Þannig að þú er svona the whole package. Já, í stafrænu? Já, ég myndi segja það, sko. Ég verði alveg bara, já, halda því fram. Það er svona fátt sem að ég er alveg týndur í, sko. Ok, ég var að pæla fyrir mér hraðaspurningar núna og fyrir svo betri ferilin og einhverjar skemmtilega spurningar. Já, bara frábært, ég er klár. Það ekki? Herri. Ég ætla bara að segja þér fyrst, ef kemur eitthvað fótbolta, þá segir ég pass. Já, engar áhyggjur. Hérna, okay. Við erum með svona fullt... ég sleppi myndrún. Manst ekki hvað það er. Rauður og gulur og eitthvað. Það er litblindir hann. Ertu ready, Óli? Já, alltaf born ready. Hversu stór heldur að auglýsingamarkaðurinn að sé á heimsvísu? Svaraði $1 billion. Ekki glóru. Það var einhver afstöð sem sagði $647 billion. Já. Kók eða Pepsi? Kók. Hlaupa eða hjóla? Hjóla. Hundur eða köttur? Hundur allan daginn. Já, samkvæmt Facebookinu. Já. Hvað finnst þér óþolandi? Svartsýni. Hvað drekkur á djamminu? GT. Það drekka allir GT. Þetta er forvitin? Já, mjög. Hver er helmingurinn af aldrinu þínum í dag? Bytuna við 23. 700. Þessi er alltaf já, hvaða samfélagsmiðl verður stærstur eftir 10 ár? Hann er ekki til að þá. Ok, þú birtir uppfærslu á Facebook í apríl 2010 sem að vantar útskýringu. Ok. Ef maður skýtur ref fyrir rass óvart, var rassinn sem maður ætlaði að skjóta ekki full loðinn? Já. Já, og skýtur. Þetta er góð status, ég er búin að gleyma honum maður. Ég meina, ef þú skýtur, ef þú ætlaðir að skjóta ref, þú skauðst og það rass, þá var þá ekki rassinn bara, veist. Já, þetta eru góða pælingar, djúpa pælingar hérna í podcastinu í dag. Já, klárlega. Herri, í gegnum árin hefur verið að vinna í hinnum ýmsu verkunum sem við kemur markaðsmálum og samskiptum. Og verið lykilmaður í markaðsmálum hjá flottum og þekktum fyrirtækjum, starfaði í markaðsmálum í mismunandi geirum, veitir ráðgjöf í til dæmis Search Engine Optimization eða SEO, eða leitaðar bestun, byrjaði að fikta með dróna og framleiðslu á auglýsingafni og verið bæði starfað sjálfstætt og verið hluti af stóruteymi. Hlaðvarpsmeistari hjá Jóns þínu eigin og við kynntis nú við kynnst kannski í gegnum það og starfar í dag já, ég myndi, þú sagði ráðan hjá birtingahúsinu líka. Já. Þvílíkur ferill
getur þið sagt okkur aðeins af hverju þú fórst út í markaðsmál og hvernig byrjaði þetta allt saman og hvernig vattaði upp á sig og hvernig komið allir þessi sambönd og svo framvegis? Já, ég get gert það sko, alveg klálega vegna þess að það kom svolítið í hraðaspurningunum á þann að hvernig þetta kom allt til vegna þess að ég er mjög forvitin og mér finnst gaman að vita af hverju fólk tekur ákvörðun að gera hvað sem það tekur ákvörðun að gera og hvað liggur þar að bakið. Fyrir einhverjum árum síðan þá var ég að vinna hjá góðu fyrirtæki sem heitir Íslenska Gámafélagið og var að vinna þar sem vörubílstjóri og á sama tíma á kona mín í viðskiptafræði í Háskólanum í Reykjavík og var meðal annars að þar að læra markaðsfræði og alls konar og sem tengdist í og mér fannst þetta mjög spennandi það sem hún var að læra og sá fyrir mér að ég gæti hugsanlega bara að gera eitthvað annað en að vinna á vinnuvélum eða gera vörubíl og sagði við þáverandi vinnuveitanda minn að ég ætla að hætta að vinna hjá honum að því að ég ætla að fara að gera eitthvað annað en að gera vörubíl og hann sagði strax herði Óli, þú er nú flottur í söludeildinni og réð mig þangað og svo margir félagi mínir segja að það er þá sem ég hætti að vinna að því að fyrir þeim að mörgum þeirra þá var ég hefði ekki unni síðan að því að ekki unni með höndunum sem þannig en sko bara fljótlega þegar að ég var búin að vera í söludeildinni þá vorum við ennþá bara í þessum cold calling sem hann kallað en við vorum svo sem alveg með luxusvandamál, það var svona meira hringt í okkur heldur en við þurftum að hringja því að bara eftirspurn eftir vörunni og þjónustunni fólk og fyrirtæki byrja að flokka og svona þannig að það var mikið því en fljótlega eftir að ég byrjaði þarna þá kom nýr yfirmaður sem heitir Agnes Gunnarsdóttir og er var minn yfirmaður og hún fór að draga mig með sér í alls konar svona viðburði tengda markaðsmálum meðal annars hjá Ímark og fleiri svona stöðum og ég fann alltaf meira og meira hvað ég hafði meira áhuga svona beint á markaðsmálunum og í þessu ferli þá förum við líka í þurfti Gámafélagi þá að fá nýja vefsíðu og við fórum og heimsóttum fyrirtæki í Hamraborginni sem Netvistun og þar var fyrir Ari nokkur Steinarsson sem er búinn að hafa mikil áhrif á líf mitt í gegnum tíðina og hvað sem að sé svo bara að túlka það hvort þessi jákvætt en eitthvað en allavega hefur hann haft mikil áhrif og hann svona við smullum saman á þessum fyrsta fundi mjög vel og við báði áhuga mótorhjólum og einmitt örgulega orðið oft haltir eftir mótorhjólaferðir eins og sumir sem sitja á þetta borð núna en og hann fór að kynna mig fyrir öll þessi sem að heitir og var kallað þá og er kallað sem þá stafræn markaðssetning þar sem að snýrið af leitavélabestun og Google Ads og fór að segja mér frá þessu öllu saman og úr var það einhverjum árum setna fór ég að vinna hjá honum og setna fór ég að vinna með honum hjá fyrirtæki sem var markastjóri og svo er hann búin að vera svona minn lærifæður í þessu, búin að koma einn af fáin sem hefur komið tvisvar í viðtal í podcasti mitt og við höfum unnið mikið saman og hann hefur kent mig mikið og það er svona, já, þessi atriði sem hafa orðið til þess að ég geri það sem ég geri í dag, það er í fyrsta lagi það að vinnuveitandi minn þá sá fyrir sér að ég geti gert eitthvað í söludeildinni Jón Þórir Fransson, Agnes Gunnarsdóttir kveikti svona áhugan á markas- og netmálum og svo Ari Steinarsson að gerði svona kynnti mig fyrir þessi sem að snýra Google og svo setna samfélagsmiðlum þannig að þetta er svona af hverju. Já, svona mætti segja að forvitnin og að vera ófeimin hafi komið langt. Já, alveg bara klárlega bara einmitt forvitni og langar til að vita meira. Já, og hver er þín sérhæfing í dag? Er það leitavélabestuninn við þetta vel eitt? Sko, ef ég ætti að velja eitt þá, þetta er ömurlegt svar en svarið er ráðgjöf. Ég fyrir einhverjum árum síðan að þá var ég að vinna hjá fyrirtæki í sölu- og markaðsdeildu og sölumar þá fyrst og fremst en aðeins í markaðsmálum og þá sagði kona sem var að vinna með mér, frábær kona, Óli, þú getur alltaf útskýrt allt fyrir okkur svo við skiljum það
og mér varst þetta, ég tók þetta alveg bara og næstu flúraði þetta á mig sko og þetta hef ég svona tekið mjög til mín og reynda að efla ennþá betur, þannig að ég held að mín sérhæfing sé í því og það sem ég hef oft sagt líka mig og mína starfsemi að ég hjálpa fyrirtækjum að innleiða og skilja stafræna hluta í sínu markaðsstarfi, að það að mín sérhæfing liggur þar, það ekki að útskýrt fyrir fólki hvað á að gera og af hverju og hvernig á að mæla og bara þar fram eftir göttunum. Þannig að sérhæfingin myndi ég segja sé þessi ráðgjöf sko. Það náttúrulega mjög góður eiginlega líka geta einmitt útskýrt eitthvað svona flókið á einfaldan hátt fyrir einhvern sem kannski þekkir þetta ekki. Já, það gerir það líka bara til þess að bara gefa eins og leitari vilja bestun. Þú verður að útskýra af hverju það þarf að taka tíma og af hverju það þarf að viðhalda því og svo framvegis. Getur þú útskýrt það núna? Já, ég get það. Hvað mikið pláss á SD-kortinu? Já, það er nóg pláss á SD-kortinu. Nei, sko þetta snýst 30 klukkutíma. Já, ok. Þá náum við allavega svona byrjunin á þessu. En þetta, sko, leitavélabestin náttúrulega bara eins og fyrir að alla útskýra og segja nákvæmlega hvernig það virkar og af hverju og svo framvegis, það svona eins og segja heyrðu, mig vantar bíl og þú veitir ekki neitt meir. Vantar hérna bíl til þess að flytja 20 tonna fisk á milli Stykkishólms og Reykjavíkur eða vantar hérna bíl til þess að fara á rúndin niður í bæ, skilur. Þannig að þú verður að vita hvort að þú setja að vera að selja 25 bílar á Volvo eða 300 skona Yaris, skilur. Þannig að leitavélabestun svona útskýrast í þetta máli af hverju það svona, hvað ég segja, þú verður bara í skilgreina í upphafi hvað þú vilt fá út úr vefnum þínum, hverju þú vilt að finna hann og svo leiðis og þar fram með göttunum og þá getur þú farið að vinna einhverja leitavélabestun. Þannig að ætla að útskýra í podcasti bara almennt leitavélabestun, það er bara besta vefin, þannig að það finnist á leitavélum, skilur þú? Já. Í rauninni. En þú varst hérna í Íslenska gámafélaginu. Já. Varstu þá eitthvað byrjaður í þessu besta? Nei, ekki neitt. Það bara, við vorum í byrjum þar fljótlega að bara í Google Ads að kaupa leitarorð þar sem þar var bara svona alveg bara basic, bara flokkunar ílát, skilur, var keypt leitarorð sem við vorum að vinna eftir. Við vorum ekki, ég man ekki eins og hvort það remarketing var í boði, en við vorum ekki í neinu svoleiðis, við vorum ekki í neinu content framleiðslu eða neitt. Þáverandi framkvæmdastjóri sem ég held að sé að líka í dag eða fórstjóri, hann var algjörlega frábær sölumaður og frábær svona people's person, alveg glata markaðsmaður, þannig að hann skildi ekki neitt í neinu í markaðsmálum sko. Og þannig að við vorum ekkert rosalega mikið í þessu en við vorum með vef og eitthvað vinn í því en þetta er orðið langt síðan sko. En var náttúrulega ekki komið Facebook og ekki neitt svo leið sko. Nei, hvenær var þetta? 2006, 2005. Já. Hvenær kom leitavélar.is til sögunar? Sko, leitavélar.is koma til sögunar bara fyrir einhverjum, ég man ekki, 3 árum, 4 árum eða eitthvað. Ástæðan fyrir því að mér langaði svolítið að, sko, kannski byrjum á Jóns.is, af hverju, hvað kemur þar? Jóns.is hefur alltaf verið svona að hugsa sem fyrir hlaðvarpið mitt og þessa ráðgjöf sem ég er að tala og ég hef til dæmis aldrei verið með styrktar aðalega þáttunum af því að ég hef aldrei vilja að þessi þáttur í boði húsasmiðunar og þá vil markastjóri Bíkó ekki koma í þáttinn, skilur. Þannig að ég hef alltaf reynd að halda Jóns alveg bara út frá öllu svona. Þannig að þeir viðskiptavinir sem að ég hef verið með svo í markasetningu eins og í Google Ads og SEO og social og svona, þeir hafa svona verið viðskiptavinni leitavéla, skiljið. Þannig að ég svona skilgreindi reyndi að hafa þetta svona í sér lægi, sko. Já. Allt sami kallinn með sömu tölvunum og sama skrifborði, sko. Og engin feluleikur í gangi eða nessuðalis að þetta enda líka hefur alltaf verið til nýlega borðin og Jóns.is sem stendur leitavélar. En það var svona ástæðan fyrir okkur ég vildi hafa þetta svona í sér lægi. Þetta er rauninni saman hluturinn, ég bara
Já. Svo fannst mér að fyndi þetta lén væri laust og mér varst það skemmtilegt þannig ég tók það. En í dag er ég ekkert, það er engar auglýsingar í gangi fyrir leitavélar.is og ekki neitt, en já, kunningja sem er dálítið að vinna í svona vefsíðugerð og svoleiðis og það sem kemur að fyrirspurnum þar í gegn, það fer eiginlega bara til hans, þannig að það er staðan á leitavélar.is í dag. Númer 1 ástæðan er það að ég vildi skilgreina þetta frá Jóns og númer 2 er að það var að ríkala smart lén. Já. Og þetta kemur í framhaldi að leitavélar. Nei, af Jóns. Leitavélar kemur í framhaldi. Já, ok. Já. Þannig að þetta var langt eftir það var ekki með nógu góða tengingu hann inn í Íslenska gámafélagi. Nei, ok. Nei. Þetta, nú fórst það alveg, nei. Já, maður er amatör í þessu, þetta er alltaf að koma. Já, þetta er mjög gott. Herri, já, bara því að þú er búin að vera þetta aðeins í myndatökum og svoleiðis og koma aðeins að framleiðslununa. Já. Nú voru að sjá, hvernig efni er nota í dreifingu og það er komin alltaf 1 milljón nýjar leiðir á samfélagsmiðlum og svoleiðis. Og nú voru að sjá þess að nýju svona stutt klippu miðla eins og TikTok, YouTube Shorts og Instagram Reels og vinsælis myndböndin eru ekkert endilega einhvers overproduced myndbönd sem var, þú gast ekki ná árangunum og myndbandið fór ekkert væral nema það var sjúkt value í post-production og þessu sko. En já, kannski sem ég að spyrja það er bara hvernig ætti fyrirtæki verið að taka þetta aðeins inn í myndina af hverju er þetta svona? Er það því að fólk hafa auðvitað með að tengja við myndbandið og vera kannski svona með útskýringamyndband og þetta er tekið bara upp á símanum og sett beint á netið þá líður kannski meira eins og þú er sett á staðnum og tengis kannski viðkomandi þess meira eða þarf kannski ekki að vera að pæla mikið í þessu? Er þetta alveg jafn mikið value? Sko, fyrir mér hef ég alltaf talað myndbönd í svona 3 flokkum og að því að ég þykist vera svo góður að útskýra, ég hef alltaf talað A, B og C. A er svona alveg highly produced auglýsingaefni sem hún gerir einu svona ári og kaupir alla fagmenn í að gera og getur skamlaust birt í sjónvarpinu eða hvað sem er og B efni svona næsta þar og eftir það sem að kannski lifir á vefniðinum eða á YouTube eða eitthvað svona vlogg svona dóti og svo C sem eru svona símaefni, stories og styttraefni og svoleiðis. Þannig að þú flokkar upp í þá flokka. Og svo er það náttúrulega það sem að skiptir öllu máli í þessu er, fyrir hvern og hver er markhópurinn og hver eru markmiðin og svoleiðis. Alvogen með TikTok stories, skilurðu, eða farma eitthvað lyfjafyrirtæki, ég er ekki viss að það sé málið, sko. Hvað ég að segja hamborgarabúlan með gríðarlega leikna og framleita auglýsingu í sjónvarpi, það myndi ég ekki segja að vera málið. En þetta er svolítið svona hver er varan, hver er viðskiptavinurinn, hvað er markmiðið og svoleiðis, hvað á við, hvað skiptið. Af því sögðu þá held ég að mikið af íslenskum fyrirtækjum sem séu aðeins og hrætt við að nota það sem við köllum við svona stories svona á tánum efnið sem maður má bara gera strax og setja strax í loftið og eru svona mikla þetta fyrir sér sko. Það er bara að það þurfi alltaf að kalla í framleiðslu teimi og eitthvað meðan að við erum með sími minn tekur 4K 24 ramma á sekundu bara skamlaust og hljóðið er æðislegt og skilur þetta er ekkert vandamál sko, ég get alveg gert það ég vil kannski málið af hverju ég á alla þessar græjur fyrir utan sífan og bara gaman eiga græjur en já, mér veist bara þú átt að bara spá í hvað finnst þínum viðskiptavinum eða hvað sem það er áhugavert að horfa á og hvað nýtist þínu fyrirtæki, hver eru markmiðin og svo framvegis. Ég til dæmis segi líka alltaf og ástæðan fyrir að ég byrjaði með podcast fyrir einhverjum árum síðan en ekki blogg, að skrifa blogg er það að þá var sennilega komin út 2 blogg að því ég pikka svo hægt sko. Þannig að en ég get alveg talað sko. Þannig að það var augljóst fyrir mig að velja podcast. Ef að þú ert góður í að
tala við myndavél og tala og útskýra vöru að þjónustu sem út með og það bara liggur fyrir þér, þá bara áttu endilega að vera að gera það og segja fólki frá því. Ef að það bara eitthvað sem að þú bara getur ekki gert, þá bara kannski betra fyrir þig að kaupa einhverja þjónustu einu sinni tvisar á ári það sem búið til eitthvað efni og sem þú birtir. Skiljið, það eitt sko að velja hver markhópurinn þinn þegar fólk að tala markasetning, hvað sem sé myndbenda eða eitthvað annað. Að líka að hvað þér líður vel að gera. Þegar nú 90 og eitthvað próst fyrirtæki á Íslandi skiljið 3 manna að færri eða eitthvað, þannig að allir að 4 manna hvað það lítil fyrirtæki, en að fólk flestir að gera þetta sjálfur og þannig að þú þarft aðeins svona að spá í það einmitt, sko, hvað þér líður vel með að gera, sko. Þannig að ef þið líður vel að henda reglulega í story eins og mörg dæmum á Íslandi eða jafnvel bara svona stutt framleitt innan gæsalappa eins og Reels eða TikTok eða eitthvað svoleiðis og ert góður í því, kona mín mjög klár í því þannig að hún getur gert þetta bara alveg mjög flott sko, þannig að og fullt af fólki skilju, þannig að bara ef þú ert góður í liði vel með það á þinn markhópur bara láttu vaða, ekki spurning. Svo þetta spurningunni. Þetta var mjög gott svar. Góður að útskýra. Já, frábær. Já, ok, ég var svona bara meðtaka þetta svar. Kannski með pælingu fyrir hlustundur. Hvernig markmið á að setja sér í markastarfinu og hvernig er best að fylgja þeim eftir? Þú veist við finnst ofta að það er oft sett eitthvað í gang og það er alltaf bara sett eitthvað í gang og alltaf sett eitthvað í gang og það er aldrei neitt svona sko, ekki aldrei, eða bara oft er svona kannski engin strategi á bakvið eða þannig. Sko fyrsta máli er náttúrulega það að setja sér markmið. Það er bara ef þú ætlar í markastarf eða í rekstur á fyrirtæki eða eitthvað. Ég fekk til dæmis þetta skemmtilega símafund í morgun þar sem að viðkomandi er að fara að opna vefverslun og gera eitthvað alls konar og svo segir hún svona ég var spóð, getið þú gert fyrir mig svona hvað kallar þetta, feels eða eitthvað og ég bara, hvert að tala þá var hún bara að svona að velta fyrir sér svona smá markaðsrannsókn áður hún færi að flytja inn vöruna og eitthvað hvort það væri eftirspurn, hvort það væri tækifæri eitthvað og ég bara wow, ef að gera nú fleiri þetta og veist, ok, þarna er bara upp að við, hvað er eitthvað er eftirspurn eftir vörunum minni og eitthvað svoleiðis og svo þegar þú ferðið einmitt í þetta setja markmið fyrir markasmálin þá verður að setja markmið og ákveða leiðin og aðferðin og allt það, af því að ef það er engin markmið, ef þú til dæmis ætlar að keyra af stað út af Reykjavík og einhver segir jæja, hvað ætlar að vera lengi og hvað ætlar að þú eyðir miklu bensinni og hvenær ætlar þú verður komin á áfangastað og þú ert ekki búin að ákveða hvert þú ert að fara þá er ekki séns að svara þessu spurningu sko. Nei. Hins vegar ef þú ert búin að ákveða þú ert að fara á Akureyri þá tekur það 5 klukkutíma og þú eyðir bla bla bla, þú verður að vera búin að ákveða þannig að þess vegna er svo mikilvægt að vera búin að gera einhver markmið og það er ekki þar með sagt að þú ert komin á Akureyri og megir ekki fara úr Húsavík sko. Nei, nákvæmlega og þó svo að það sé brjálu stemming í Varmahlíð og sól og blíða og hún ennir ekki lengra og megir ekki stoppa þar, það er allt í leið skilur en markmið var Akureyri en hvað sem endast ef hún sé Varmahlíð eða Húsavík skiptir ekki máli bara að hafa eitthvað til að miða við ef það er ekki neitt þá veist ekki eitthvað að stefna og getur sett þetta upp þannig og sért að stefna að þessu ekki bara gera eitthvað bara eitt sem að þegar ég fór í tók svona það sem heitir diplómanámi verslunarstjórnun á Háskólanum að Bifröst og þá kom gestakennari þar sem búin að vera mikið fjölmiðlumyndafærið því hann var að kaupa fyrirtæki eða sameina fyrirtæki eða hvernig sem það nú er sem sagði við verslunarstjórana hversu margir inni er að með teljara í innganginum á verslunum sinni hversu margir inni er að telja hvað kom margir inn í búðinu hverjum degi og í stuttum máli í þessu námi þá var alltaf einn verslunarstjóri sem sagði já við öllum svörum sem að var eitthvað svona
sniðugt að gera af því að við komum til verslunarstjóri og IKEA og þeir gerum náttúrulega bara næstu allt rétt en engin annar var að telja þannig að bara þú ert með matvöruverslun og það koma 1000 manns inn í verslunina og 80 af þeim keypti eitthvað, er þá ekki eitthvað að, skilur. Já. Þarna var bara strax komin einhver svona ógeðslega einföld mæleining á það og svo bara, week on week, month on month, year on year, að geta mælt bara hversu margir komið inn í verslunina og hversu margir ræðin versluð. Já. Þannig að það er bara alveg sjúklega einföld mæleining og svo þegar þú komið þessa mæleiningu, þá getur þú farið að segja ég vil núna markmiðið það að fleiri starra hlutfall þeim sem kom inn í búðina vesli og þetta á náttúrulega þá við vefsíðu eða hvað sem skilji. Þannig að bara að sé einhver mæleining, þú setur bara mæleininguna upp í upphafi hver sem hún hvað sem að séu fleiri heimsóknir á vef, fleiri like á myndina á Facebook sem eru mjög undarlega mælikværi en getur verið mælikværi eða hvað sem það að bara sé eitthvað sem þú ert að mæla sem að og ekki bara ég seldi fyrir 7 milljónir. Þú verður að vita meira en það. Það er bara af því að það svo marga breytur sem þar eru inn í að það verður að vera eitthvað annað markmið þó að það sé kannski stóra markmið þá verður svona að brjóta aðeins niður þannig að til að svara spurningunni hvernig á að setja þessi markmið þú verður bara ákveða í fyrsta lagi settur markmið og í öðru lagi að hafa raunhæf og endurskoðuð reglulega. Já. Snild. Já, nákvæmlega, það mitt þú talar basically conversion rate hlutfall þeim sem kemur í verslun og verslar að ef þú ert að gera breytingar á vefsíðu eða breytingar í verslun að þú getur ekki þú veist í rauninni ekki hvort að það breytingi sé betri nema að þú sért með þessa mælingu því kannski kemur bara meiri traffík þarna hefði hvort sem verið meiri sala en að conversion rate einmitt eitthvað sem maður horfir á maður sé bara sölu droppa þá getur þú séð hvort það sé bara að sé hvort það sé síðan sem að klikka eða hvort það sé marka starfi og Þetta líka bara eins og í íþróttunum skilur í körfubolta skilur er hlutfallið af 3 stiga skótunum sem að fara von í lagi þú ert í motocrossi er ég að gera betri í fyrirhlutabrautarinnar eða seinni hlutabrautarinnar er ég betri í fyrsta mótóinu eða síðasta mótóinu allt þetta skilur þú ert í hlaupum með hvað sem ef þú ert ekkert að pæla þess þá veist ekki hvað þú ert að bæta þetta alveg eins með rekstur og verslun. Það er ekki að setja það markmið eins og með að hjóla kannski ringin á undir 2 mínútum en núna hjólan á 2 mínútum og 5 sekúndum þá veistu ég þarf að bæta það. Akkurat. Ég ætla bara að segja ég ætla að hjóla ringin og þú veist ekki hvað gerir skilur. Ég ætla bara að vera undan Einari svo Einar kannski bara orðin 52 ára befilavirki sem að nei, smá grín það segir Einar hlusta það Nei, skilji, það verður að vera eitthvað fyrir utan að það er nú ekki djóka að vera undan Einari en það er önsa en skilji, það verður að vera eitthvað svona til að miða við annars bara veist ekkert hvert þetta fara. Nei, nákvæmlega. Líka bara til að geta bætt sér á æfingum. Já. Finnst ofta að það er margir sem að bara til þessu mótokrossinu ekki með eitthvað markmið að hvað eru að fara að gera á æfinguna neitt svo leys og þá mitt Akkurat. Það verður ekkert úr þessu. Það verður ekkert úr æfingunni. Nei. Skiptum við í bara Google spurningu. Ábyggla sem að margir svona pæla í svolítið. Hvernig er maður að setja sér budget? Þegar við kemur að bara segjum eins og stórum fyrirtækjum í ferðaþjónustunni og það er bara reisa velta, gengur vel og þá áttu efni að setja fulla penning en borga það sig eða eru að fara í minni uppæð til að byrja með og skölum okkur upp eða hvernig er þetta unnið? Er þetta allt í bland mismunandi þetta fyrirtækjum? Þetta er bara ROAS, skilur, þetta er bara return on ad spend. Hvað má fara eða það að segja og conversion rate, það að segja ertu að selja, ef við segjum ferðarþjónustu, ef þú ert að selja gistinótt á 30.000 nóttina
og 1% af þeim sem að kaupa af þeim sem að 1% conversion rate að það mátti eyða ekki miklu upphæð til þess að ná viðkomandi skilur. Þannig að þú verður alltaf að vita í upphafi hvað mikið af verði vörunar má ég verja til þess að fá viðskiptavinn. Þannig að ef þú ert að selja pilsu á 240 krónur þá máttu kannski eyða 4 til 8 krónum í að fá þá sölu. Ef þú ert að selja Land Rover Defender á 20 milljónir þá máttu kannski eyða aðeins meira í að fá þá sölu. Svona, þetta verður að vita þegar þú setir budgeti í upphafi að þú verður. Og ég fæ allt og mikið af viðskiptavinum sem hafa ekki hugmynd það. Hvað kostar að, hvað tekið hlutfallið netto tekjurnar af vörunni. Ég fekk einu svona ökukennara sem var algjörlega frábær. Ég sagði við hann, spurði hana hvað þessar spurningar, hvað má ég, hvað má einn nemandi kostaði? Og hún sagði, heyrðu, tíminn kostar eitthvað, 19.000 eitthvað, hann kostaði 900 krónur, ég tók prófan, ég veit ekki hvað og þeir þurfa að taka 20 tíma og þannig að það 19.000 sinnum 20 og svo sagði mér bara, fyrir hvert tíma þá þetta kostnaðurinn. Þannig að alveg upp á krónu og þá inn í því slit á hjólburðum sem hún bara reikna út hvað væri mikið á ári og eitthvað. Já. Eftir satt hjá mér að ég mátti verja 7.000 krónum í að ná í hvern nemanda eitthvað. Ég man ekki töluna, en þið veitir hvað ég meina. Einn af hverjum 100 sem sáu auglýsingarnar urðu viðskiptavinir, þannig að þá var komin reikniformúlan, Þannig að það er svari við hvað budget er það. Þú verður að vita hvað hver viðskiptavinur má kosta þig og svo náttúrulega auðvelda svarið það sem allir vilja heyra. Við byrjum bara að láta og hækkum svo alltaf. Hækkum það byrjar að virka. en til þess að vita hvernig þetta byrjar að virka, þá verður að vita þetta. Þannig að það verða bara svarið því og ég vil til að ég ferðarþjónustunni, sérstaklega gisti hótel og svona, nú ég með að vinna fyrir nokkur þannig, bæði að þeir vita þetta alveg upp á krónu, Þeir vita alveg nákvæmlega hvað og það sem náttúrulega það líka að verið þar alltaf að fara upp og niður, þannig að það ágætt að vera með hotel ads, að því að þá getur smelli hlutvalli, eða smelli kostber klikk farið upp og niður í takt við það. Já, algjörlega. Know your numbers. Já, þannig að rauninni koma aftur á punktunum að markmið mikilvæg. Já, markmið, þú verður að vita hvað þetta gera, Það er bara, ef þú veist ekki, það er það er alltaf svo gaman að heyra alls konar svona, ég seldi, var að vinna sem sölumæður, að selja ákveðna vöru einu sinni, ég ætla bara, held ég ekki segja hvað, það skiptir ekki máli, en ég seldi alveg eins og ég veit ekki hvað, og rosalegt, og það voru bara hreinlega allir að tala það og við mig hvað ég bara seldi svakalega, Og ég kom viðtali í sjónvarpinu og hingað og þangað og var að tala þessa vöru og bara allt á fullu, Eftirspurnin var endalaus. Samkeppnin var engin. þannig að ég var rosa góður sölumaður, ég var bara réttum staðar réttum tíma. En þannig að þegar fólk að tala já, það gengur rosa vel og við erum æðislega og við erum frábær. Það er ofta tíðin vegna þess að þú ert bara að selja eitthvað sem og þetta ferðarþjónustan fann svo sem alveg vel fyrir þessu þegar þetta var þannig að fólk hafði ekki undan að taka við pöntunum og eitthvað. Þá var engin að spá í það hvað kostaði nákvæmlega að fá hvern viðskiptana eitthvað. Bara tókum eins marga við gátum og hinn að senda við eitthvað annað því að það var bara allt fullt. Svo allt í einu þegar þetta fór að breytast að þá fór fólk að velta yfir, já, verðum við kannski að vera með vefsíðu og hvað má hún kosta og eitthvað svona. Þannig að þetta bara... Hvenær fór þetta breytast? Bara 2000 þegar eins og til dæmis þegar Vá fer niður þá alltaf ég gaman að segja flugfélag fer niður. Þegar Vá fór á hausinn þá
þá breytist þetta náttúrulega mikið og fór að vera aukinn samkeppni og þetta náttúrulega bara 18 og eitthvað 19, ekki 2008 að þá fór þetta náttúrulega að breyta svolítið mikið og meir samkeppni og svo leiðis en skiljiði, þannig að þetta gengur svolítið út af það, þú verður að vita náttúrulega bara alltaf hvar er núllpunktinu þinn sko í þínum rekstri og ef þú veist ekki hver hann þá veist ekki hvort þú ert að gera vel eða ekki eða hvort þú mátt eiga í markasetningu og ég held að alltaf margir séu þar en hins vegar eru líka rosalega margir sem eru þar og vita þetta alveg upp á hár. Já, við erum búin að tala svolítið svo náttúrulega önnur markmið eins og branding og annað og það náttúrulega það kannski að íhuga hvernig skilabót að setja út því að maður getur náttúrulega alltaf nælt í einhverja útsölu og eitthvað svona en að vera kannski með svona lengra plan líka ég held að það sé svolítið mikilvægt að því það oft sem að það alveg bara herri, við sendum svona mikið síðasta mánuði við ætlum að selja fyrir 10% meira og þú stoppar einhvers staðar þannig sem að þú rokkar bara upp og niður og verður góður í ákveðnu sísoni og svo fer alltaf niður en hvernig ná þessu svona árlega vexti? Já, við erum náttúrulega verðum að það er líka eitt að ef við heimfærum þetta bara aftur á íþróttirnar þá heyrum við rosa oft handboltalið eða fótboltalið eitthvað sem að segir já, við ætlum að verða Íslandsmeistarar eftir 4 ár við ætlum að fara upp eina deild á þessu ári, aðra deild á þessu ári og svo ætlum við að vera miðbyggi á deildinni þetta árið og árið þar og eftir þá ætlum við að vera Íslandsmeistarar eða heimsmeistarar hvaða Frakklandsmeistarar vera yfir og maður hefur oft heyrt svona viðtöl og eitthvað sérstaklega eftir á þegar búið að ná þessum markmiðum þá heyrir maður en þetta er eitthvað sem að fyrirtæki þurfa að gera líka er að búa til sér svona lengri tíma markmið og það er sama og kannski á þess að alltaf hampa sjálfur mér eitthvað en það er það sem ég gerði með hlaðarpið mitt það voru bara 3 markmið í upphafi sett og ég er búin að ná þeim öllum og sem að segja það að ég sé ekki gera alveg rétt því þá ætti ég að vera búin að búið til 9 og halda áfram en þar var fyrsta markmið var að geta lifað á því sem að ég mér finnst skemmtilegast að gera og það er það sem ég ger í dag öðrulegi var að efla tengslanetti mitt og í þriðalegi var að vera búið í podcastviðtal hjá Key of Marketing þannig að nú er ég búin að ná þessu en það sem ég er að reyna að segja með þessu er það er svo mikilvægt að vera með svona langtíma markmið þar sem þú ert að hugsa fyrir lengri tíma hvar fyrirtækið eða þú eða hvað sem er á að vera statt eftir 3 til 4, 5 ári eitthvað svo leis og gera eitthvað svona áætlun út frá því og svo brjóta það niður í minni búta af því að leið þú ert alltaf að taka bara month on month og 10% meira og 10% hingað og þangað fyrsta lagi þá er það bara þreytandi og erfitt og öðru lagi þá er það í rauninni ekki svona hvað við segja alvöru markmið og ákvarðanar teknar svona meira bara á því hvernig vindurinn er að blása í það og það skipti sko. Þannig að þú gerir svona lengri tíma einhverja ára markmið og brýtur það svo nýður einhverja búta og svo verður alltaf að uppfæra það eftir hvernig staðan er. En það held ég að það sé svona mikilvægast í þessu að vera með svona lengri tíma pælingu, lengri tíma markmið og fara svo niður í litlu hlutina. Af því að annars, eins og ég segi, annars verður þetta svona ómarkvist. Ef að þetta svara spurningin, ég búin að gleyma hvernig hún var, en allavega það... Svara er allavega einhverju spurning. Það er 3 spurningum hana. En þú segir eins og með til dæmis þegar er erfitt að mæla markmið, þú sagðir að efla tengsl væri eitt markmið. Já. Hvernig myndir þú ráðleggja fólki að mæla svona það sem kannski ekki, við getum séð bara return on ad spend? Akkurat, já. Það er kannski líka einmitt partur af spurninguna þess að tala mikilvægt að vera með branding og allt þetta sko. Fyrir mér var mælingin sem ég ætla að nota í því að efla tengslaneti og hversu marga ég myndi heilsa á svona markas og ráðstæfnum og viðbörum og svo leis og ef að svo mælining átti við 2020 þá
hrikalega misefnast það vegna þess að ég hitt ekki neitt á viðburði 2020 einhver lita vegna en já, það er náttúrulega svolítið erfitt að mæla þau markmið, það er alveg hárrétt hjá þér en og það er líka eitt, auðvitað er ekki allt mælanlegt, það er alveg bara frábær punktur en þú verður samt alltaf einhvern veginn að svona, hvað var að segja búa til einhvers konar hvað var að segja nú er til dæmis mælt á Íslandi í dag auglýsingavitund, það er bara gert með hvað heitir Gallup eða hvað þetta heitir hversu oft sást þú auglýsingu frá þessu og þessu viðkomandi fyrirtæki og eitthvað er það eitthvað sem að skila sér onni körfu, ég hef ekki hugmynd sko, ég veit ekki að því ég sá auglýsinguna frá Jón Jóns aftur og aftur keypti ég vöruna, ég veit ekki sko, en þannig að það er ekkert allt hægt að mæla bara eitthvað svona beint en ef þú ert með einhverja mælikvarða og ert að kaupa þér út í skilti eða þú ert að kaupa hvað ég að segja auglýsingar í blaði eða útvarpi eða eitthvað og ert ekki inn í þessum stóru mælingum þannig að þú getur séð hversu margir voru að hlusta og lesa og svo framvegis. Þú veist alltaf eitthvað aðeins það hvort að þú sér það bara ef að heimsóknir þínar á vefiðin allt í einu spæka skilur í kjölfarið á einhverju eða hrynja hreinlega, eða alltaf leiðinu niður eða leiðinu upp eitthvað. Það kemur alltaf þessum markmiðum í upphafi. Ætlarðu að setja þér það markmið að öll fyrirtæki sem eru í velta svo og svo miklum milljónum á Íslandi í þessum geira viti hvað key of marketing er. Þú getur aldrei vita hvort það var þannig eða ekki en það er samt sko þú verður að finna þér einhver svona indikator að því sko hvort það sé að virka það ekki. Nú er ég engin sérfræðingur í branding eða vörumerkjum eða eitt eða neitt. Ég er númer 1, 2 og 3 í þessu hver smelti og hver keypti og svo framvegis sko en ég gef mér samtali fulllega grein fyrir því að þetta er part af programmið og sérstaklega á stórum fyrirtækjum og nota bene, ég er náttúrulega búin að vera í 4 ára að babla í hljóðnema við alls konar sérfræðing og snillinga með það markmiði að opna einhverja dyr fyrir mér inn í alls konar eitthvað og það hefur tekist skilur þannig að já, boðið starf boðið beðin að vinna fyrir inn á þessa og eitthvað svona bara út af þessu þannig að þetta er ekkert annað en branding. Ég get ekki sagt að þáttur 111 þá kom einhver á Facebook og smelti og sendi tölvupóst vildi sjá PPC fyrir mig ég ekki hugmynd það þannig að þetta er svona, já, líka þetta er líka svona bara eitthvað fíl örglega. Já, svo líka strax betra bara að vera með einhverja stefnu þótt að sé ekki erfitt að mæla að þú veitir hvert þú ert að fara og þá svona veistu svona, ok, svo getur þú líka séð þótt að sé erfitt að mæla þá veistu, ok, ég er komin lengra núna heldur fyrir 3 árum. Já, akkurat. Ég meina, tökum aftur íþróttirnar, ef að þú tekir einhvern bara Guðmund Guðmundsson, handbolta þjálfara, hann með alls konar eitthvað á æfingum eða í leikjum og eitthvað sem hann gerir sem hann geti verið eitthvað bara hann tekur alltaf einhvern hring, já eins og sé, tekur alltaf einhvern hring þar sem allir setja hendurnar á handabækja á hverjum og gera svo eitthvað. Virkar þetta? Það getur engin mælt það, skilur. Nei, nákvæmlega. Ekki séns þeir eru fara að sleppa því, sko. Já. Af því að skilji, það er alls konar svona hlutir sem við erum að gera sem er partur af programmið og við viljum halda áfram að gera af því að bara, já, einmitt, það er erfitt að setja kannski punktinn á það. Ég veist mér alveg einhver markaðsprófessor á núna eftir að koma og skalla mig út af þessari ræði sem ég búin að vera með en þetta er alltaf mín tilfinning sko. Já, algjörlega. En svona undir lokin eða hvað, ertu með eitthvað meira pælingar á þessu topics? Nei, ég er bara rosa góður sko. Já, herri, mér langar að spyrja þig hvað er að fyndnasta sem þú hefur lent í þínu starfi? Eða bara, þarf ekki að vera markaðs eða bara eitthvað svona fyndin saga?
Já, það þarf ekki að vera, ég get sagt ykkur það er stórkostlega að fyndin sá. En hún gerðist þegar að þið voru einhverstaðar allt annars staðar, það var á síðustu öld og ég var að vinna á Hótel Örk og í gestamóttökunni þar. Í gestamóttökunni Hótel Örk þá var það búið að breyta inn hana, þar var lyfta beint á móti innritunarborðinu. Og þetta bara hreinlega að finna sem hefur komið fyrir mig í vinnu, það bara ekki flóknar af það sko. Og þá kemur vetur fullorðin bresk kona og labbandi inn á hótelið og ég að fylgjast með henni, hún að koma inn tröppurnar inn á hótelinu og með svona frekar stóra tösku ferðartösku með band í til að draga. Þetta var svona eins og var með hund á eftir sér. Þetta var ekki svona eins og við köllum svona flugfröðutöskur í dag sem hún dregur handfangið upp og heldur var bara svona spotti. Hún dróð hann, hún var á 4 hjólum, dróð hann svona eftir sér og hún dröslaði þessu upp tröppin og ég alltaf báðum áttum á ég að hlaupa út og hjálpinni og koma þetta upp þessar 3 tröppur eða verður hún búin að því eitthvað og meðan ég að hugsa mig þessu hálfviti þá er hún bara komin upp með töskuna og allt í góðu og svo lappar hún inn og svo tekkar hún sinn og þá ári áður en þetta var þá ég búið í Englandi og unnið á hóteli þar þannig að ég tók alveg spari Oxford enskuna mína og sló svona rækilega í gegn hjá konni því hún hafði með þess að búið bara einhverstað nálægt Selston þar sem ég bjó og eitthvað og hún rosa annað með mig, rosa bara fín kona. Svo er hún búin að tekka sinn að þá töltur hún á stað og átti að fara á hæðina fyrir ofan og inn í liftuna. Nema liftan var ekkert rosalega góð og sérstaklega ekki hurðin á henni. Hún hafði bara meitt svolítið af fólki þegar hún lokaðist svo hratt. Og konan kemur inn í liftuna og er svona veltaði fyrir sig hvað takkarnir eru þegar liftan lokast og taskan ennþá fyrir utan. En hún með haldandi í spottan og greinilega búin að smeygja spottanum utan múlin á sér að því að svo sé ég bara allt í einu heyri ég bara kunnuleg hljóð sem er svona eitthvað þegar liftan er að fara af stað og ég bara hvað gerist núna og svo sé ég bara töskuna allt í einu fara svona frekar rólega af stað og svo bara á flegi ferð og alveg upp við hurðina bara búm og ég bara svo sé ég bara töskuna liftast upp frá gólfinu og upp og alveg upp eins hátt og hún komst og og ég stend bara alveg frosinn sko og svo heyri ég að liftan er komin á hæðinu frá hann ekki rosalega langt þannig á milli að þannig og stiga gæti við hliðina en ég heyri það alveg upp Svo heyri ég að liftan opnast og taskan búm, detti niður á gólf og ég bara nú er bara, höndin á gömlu fast í taskan ég vissi ekki hvað ég átti vona á þannig ég hleyp upp stigan og ég get svo svarið það munaði engu þessi kona var ábygglega svona 75-80 hún er örglega áttræð að muna engu ég þyrfti að nota þarna fyrstu hjálparingi, sjúkrabíl og þyrlun og allt að því að konugreið hún urlaðist úr hlátri sko. Hún sló svo mikið þannig að þetta svo fyndi að sem hún lá á lyftigólfinu rauð á úliðinum að því að hún var nýbúin að ná að losa töskuna af og hló og ég líka og þetta var stórkostlegt og ég bara svona eins og ég segi þetta gerist 1997 þannig að 1997 og ég er ennþá hættur að fá bara verki í magan að hlátri að hlæja þetta var stórkostlegt sko. Og sérstaklega viðburðin hennar þannig að en þetta hefði náttúrulega getið enda illa en þetta var mjög fyndið ég vissi ekki alveg hvernig það var að fara hvort þetta var að fara ógjöld bara hvert þetta var að með en konan þetta á 30 ár síðan hann að dáin það er ekki út af þessu kannski klippið þetta út Herri, takk fyrir að koma Það er bara gaman, bara skemmtilegt. Ég er bara ánægð með ykkur og mér finnst frábært að þið séu að bara fara á þennan vagn að gera hlaðvarp. Það er aldrei á mikið af efni það sem maður hefur áhuga á og bara virkilega ánægð með ykkur. Bara
Kílið áfram. Takk fyrir. Inspired by Óli Jóns. Já. Takk fyrir okkur. Takk.